Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst þá ætlum við að ræða Kristnesspítala sem að stendur á þeim tímamótum og fagnar 90 ára afmæli sínu. Þetta hefur hlutverkið og umhverfi breyst verulega í gegnum tíðina, en það hefur þó ekki breyst að það þarf ýmsan stuðning og fær enn. Og síðan spurning breytt hlutverk sem mögulega geti tengst þessum geðheilbrigðismálum sem vorum að tala áðan. Þið eru velkomin hjartanlega, bæði tvö. Takk hjá. Takk. Kvenfélagi Hjálpin nú ansi gamalt félag. Hvað þetta orðið gamalt félag? Það var stofnað 1914 og 59 stofnfélögum og var upphaflega stofnað sem hjúkrunarfélagi Hjálpin. Já. Af því það var svo mikið þörf fyrir hjúkrun í sveitum. Það var ekki pláss fyrir fólk á sjúkrahúsum, mikið berkla og veikindi. Og þetta var fyrsta félagi sem réð til sín hjúkrunarkonu til starfa. Já. Fyrsta kvenfélagið. Og þörfin var svo mikið og þetta var konur með mikla hugsjónir og mikinn kraft og það kom þessi hugmynd að fara á stað með söfnun fyrir heilsuhæli. Og sem það bara ýtt á stað sem manni finnst alveg ótrúlegt afrek í dag. Nákvæmlega á þessum tíma. Á þessum tíma. En þessi hugmynd var til og var ýtt á stað. Og það tengist einmitt. Og það tengist kvenfélaginu Hjálpin. Já. Það kom þaðan. Og Kristnesspítali varð í rauninni hluta af þessu sem var safnað fyrir. Það sem kallaðist þá heilsuhælið Kristnes. Heilsuhælið, eina sem maður heyrir bara í Gervahverfi, en við notum það ekki í dag. En segðu mér aðeins Kristnesspítali í dag. Hvernig hefur hann breyst frá hlutverkinu þá þar til í dag? Kristnesspítali hefur gjörbreyst, eðli málsins samkvæmt, því að sem betur fer þá var þessi mikla, við getum kallað plága, sem angraði sveitirnar og bæina og Lilja myndist á berklarnir, að hún gekk nú yfir af ýmsum ástæðum, þannig að eftir 1960 þá var nú ekki mikil þörf fyrir berklahæli, heldur var þá sem betur fer, en ýmsir aðrir sjúkdómar herjuðu á fólk, þannig að þá þróaðist Kristneshæli yfir í svona annars vegar berkla meðferðarstofnun og hins vegar hjúkrunarheimili. Og þannig starfaði það í rauninni til 1976 þegar að síðasti berklasjúklingurinn útskrifast. Og ég fæddist. Já, og þetta er reiknað þá. Já. 25 ár síðan. Nei, djók. Þá sem sagt ákvað heilbrigðisráðherra að þarna skyldi í staðinn verða endurhæfingar og hjúkrunarstofnun. Já. Og til þess nú að gera þetta meira aðlaðandi, að því að einhverja ástæðu þá þótti hæli og þykir kannski ekki í dag því miður gott orð, að þá var nafninu breytt í Kristnesspítala 1984. Eins og það nú samt fallegt að veita ykkur hæli. Nákvæmlega, og erum við ekki að veita fólki hæli sem koma hér sem flóttamenn og svo framvegis, en hælið einhvern veginn fékk neikvæða merkingu. Kannski vegna þess að þetta varð sem bundið berklunum og hér áður, þar að segja fyrir 1950, þá voru ekki nema hluti sem átti afturkvæmt af þessum stofnunum og það var þess vegna orðið þegar þetta neikvæða nafn eða neikvæða viðhorf. Þá nota svona kannski orðið meira sem uppnefni eða svona niðrandi. Orðið bara var gildislaðið í ykkur. Nákvæmlega, var svona neikvætt. En sem betur verið þá þróaðist þetta nú svona og þó ákvörðun hefur tekið 76 að þarna þið nú gert þetta, þá raun og veru má segja að þetta hafi verið hjúkrunarheimili fyrir fólk með alls konar sjúkleika, bæði andlega, líkamlega og félagslega. En 1988 fer svona örla á því að það fari að síga í átt að því sem við þekkjum sem endurhæfing í dag, því að þá byrjaði sjúkraþjálfari, 2 árum síðan iðjuþjálfi og 1991 kom endurhæfingarlæknir og þá fór sem sagt raun og veru endurhæfing í þessi réttuorðsmerkingu í gangi í Kristnesi. Og ég gleymi það nú, manni líður eins og náttúrulega að þetta sé miðdepill alheimsins, en Kristnesspítali í Eyjafirði fyrir þá sem ekki þekkja til. Já. En á þessum 90 ára tímamótum þá ákveður kvenfélagi Hjálpin öllum þessum árum síðar að styrkja aftur. Já, við reyndar höfum verið að styrkja af og til á afmælum okkar
og afmælum Kristnesspítala. Yfirleitt fært þeim einhverja gjöf. Þetta svona eins og barnið okkar, við viljum þess allt til besta. Já. En kvenfélagi hjálpar, hvers vegna, bara til dæmis fyrir því persónulega, af hverju að vera í kvenfélaginu hjálpunni? Og hvað gerir þið? Já, við söfnum, þetta líknarfélag, við söfnum peningum og gefum. Þetta aðalega okkar nærsamfélag. Þá erum við að tala Sörbæðarhreppinn Forna, en líka svona aðeins lengra ef okkur finnst þurfa. Hvernig safnið þið peningum? Við tökum þátt í handverkshátíðinni, höfum verið að selja vörur þar og vinna í miðasölunni og við höfum verið með kaffihlaðborð sem gefist mjög vel og svona veislu tekja okkur. Og það nýtist og við erum líka ákveðið af því að núna seinni tíma þá erum við að tala að hugsa meir konurnar í kvenfélagunum, að þær fái eitthvað fyrir sína vinnu, þannig umbun. Þannig að við höfum ákveðið að 10% af innkominu fari í að gera eitthvað fyrir konuna, fara í ferðalag og eitthvað skemmtilegt. Algjörlega. Þetta magnað að því ég nú búin að taka svo dálítið mörg sjónvarpsviðtöl undanfarin 17 ára eða svo. Að hitta allt þetta fólk sem í sjálfboðaliða starfi safnar í gegnum alls konar félög, peningum, ekki síst fyrir heilbrigðiskerfið okkar og ég hef oft hugsað hvar væru við eiginlega án alls þessa fólk sem nennir að eyða frítíma sínum í það að safna peningum. Já, bara guðsjálf að fólk ennþá svona innréttað að vill eyða frítíma sínum í að hjálpa öðrum. Þetta rauninni alveg stórkostlegt. Og ég veit ekki eins og þú sagðir, hvar er verið stödd, allavega í heilbrigðiskerfinu og víðar ef þetta var ekki til staðar. Hefur þetta verið metið, þetta fjárframlag sem að fæst með þessum hætti? Í rauninni ekki svo ég viti til, en við til dæmis bara núna, til og með þessa afmælis, að þá fær Kristnesspítali gjafir sem það bil 10 milljónir króna virði og það má segja að það manni sýnist að allur svona, eða stór hluti að tækjakostnaði og jafnvel innbúi heilbrigðisstofnana keyptur fyrir gjafafé. Það alveg magnað. Já, það alveg magnað og maður gleymir í stundu þegar maður eitthvað pirraður út í þjóðfélagi, hvað ofboðslega mikið af góðu fólki þess að við svo gaman að geta og þetta sýnir okkur svona, ég meina, hvað fólk tilbúið að gera til þess að láta þjónustu ganga upp bæði í sínu nærumhverfi en líka oft á tíðum lengra í burtu. Ekki líka bara ágætt að nefna hverjir gáfu gjafir? Jú. Setja svona kreditlista? Já, við fengum hollvinasamtök sjúkrahússins, skemmt okkur veglegum gjöfum að upphæð 6 milljónir, það fyrir það keyptum við ný æfingatæki og húsbúnað, stóla og slíkt. Oddfellow reglustúkunni hér á Akureyri gaf okkur 3 milljónir og fyrir það gátum við keypt sérstök rúm, æfingatæki, dýnur og svo var nú að gera grína mér í gær hvað ég undarlega hugsa því að við keyptum snjóblásara og ég hélt fram í tölum minni í gær að það rættist 90 ára gamall draumur en það var einhverja minnum á það að snjóblásari var ekki fundur upp fyrir 90 ára síðan en hvað skipta svona smáatriði máli en það sem við nefnilega erum svo vel stödd í Kristnesi það að hafa umhverfi, þessa yndislegu náttúru. Við viljum geta nota hana bæði sumar og vetur. Veturnar hafa stundum verið okkur svolítið snúnir. Við höfum nú fengið góða hjálp frá ýmsum aðilum, ekki síst skógrækt og sjálfsbjörg og til þess að bæta göngustíga og við megum ekki gleyma Lionsfólkinu sem líka hefur hjálpað okkur að gera skóginn aðgengilegan og þegar við fáum svona tæki til að hreinsa brautirnar þá getum við nýtt skóginn og veturnar líka. Nákvæmlega og það með ofboðsleg verðmæti en að því að tíminn svona að hlaupa frá okkur framtíðarsýn Kristnesspítala, hvað á að gerast? Já, það sem við viljum náttúrulega efla starfsemina, ekki vera einhverju stöðnun sem við höfum svolítið þurft að glíma við núna síðan 2008 en við viljum og það sem aðalatriðið það annars að við þurfum að geta hjálpa öldruðum betur. Við þurfum að leggja áherslu á endurhæfingu fyrir aldraða þannig að þeir geti lifað betra lífi í sínu eiginlegu umhverfi og þurfi síður að njóta þjónustu á hjúkrunarheimilum. Og þá tókstu upp gamlan frasa, látum hann vaða? Já, að gleymdi ég því sjálf til. Já, sem sagt að það betra að bæta lífi við... Já, betra að bæta sem lífi við árin en árin við lífi. Þetta verður þekkt. Síðan vitum við í nútíma þjóðfélagi að þar
þjóðfélagið ekki hagstætt öllum og sérstaklega þeir sem eiga við geðraskanir að stríða. Og það hefur sýnt sig á tölum frá Tryggingastofnun að það fjölgar öryrkjum og sérstaklega þeim sem að eiga við geðræn vandamál að stríða. Aðferðafræði endurhæfingar hefur sýnt sig samkvæmt rannsóknum virka mjög vel til hjálpar þessu fólki og þar sjáum við að við ættum að leggja áherslu á í framtíðinni. Það er reyndar eitthvað ekki sem við getum bara smellt fingurum og byrjað á. Við erum að hafa hugsjón, við erum að horfa fram í tíman, þannig við getum látið hlutina rætast og það ske ekki 1, 2 og 3. Heyr. Ég hef þá trú allavega sjálfa. Endurhæfing sé eitthvað sem getur bara gert þetta samfélag svo miklu ríkara ef við setjum það í meiri forgang, hvort sem það er í andlegu eða líkamlegu tilliti og við þurfum bara aðeins að gera okkur í brók þar því að við kannski erum best í að díla við opin beinbrot en við gleymum okkur aðeins þarna. Nákvæmlega. En yndislegt að fá okkur og til ykkar í Kvenfélaginu hjálpinu og í rauninni allra sem eru að vinna þetta starf víða land svo óeigingjart og fallegt og ekkert alltaf sýnilegt og kannski vegna þess einmitt að fólk þarf það ekkert, það er að gera þetta inn á við en það skiptir máli að láta vita af þessu því það gefur mann eitthvað hlýtt í hjarta að vita hvernig samfélagi maður býr í með svona fólki. Takk fyrir að koma. Og óskum Kristi spítala sjálfsögðu til hamingju með áfangan og eru spennandi að fylgjast með framtíð þess og kannski einhvern tímann mun það heita hæli aftur í fallegu merkingunni en við höldum áfram hérna í föstudagsþættinum eftir augnablik.